Glæpanhegðu hlustendur. Þið eru að hlusta á 114. þátt yfirburða hlaðvarpsins 2 á topnum með megin straumsblaðamönnunum Oddi, Ævari og Tóta. Þátturinn er tekin upp og vonandi og væntanlega sendur út á sólríkum 5. degi, 28. ágúst. Og verður því síðasti þáttur þessa mánaðar og gott að hafa í huga að á morgun rennur dómstagur upp. En samkvæmt tortímanda tímatali James Cameron hóf gervigreitin Skynet gerði enga stefnu sína gegn mannkyni þann 29. ágúst 1997. Það eru tímamót. Það eru tímamót, við vorum að fara yfir þetta áður sko. Já. Við vorum heldur með þátt sko 29. ágúst í fyrra. Er það ekki það? Jú. Já, mér ámar eitthvað í þetta. Já, og ef þið eru ekki búin að hlusta á síðasta þátt, þennan númer 113, þá mælum við eindrið með því að þið bæti snarlegur því. Þar fjöllum við Weapons, sem er svona hvað umtalaðasta bíómyndin þessa dagana. Í frábærum þætti þar sem fyrirmyndagesturinn Arnar Már Eiffels, framleiðandi hjá Ketchup, gaf mér óvænt og kærkomið tækifæri til að tala Andrew Dice Clay og The Adventures of Ford Fairlane. Það var ekkert eðlilega gott sjá honum. Já, ekki eðlilega bara vel bíó upp alinn drengur. Já, sko. 2 sálir hann sem hittust, kynntust. Já, alveg magna. Erum við samtíð fór að spá þegar þú varst með Love Island special daginn. Að ég held við sittum ekki upp með það, þetta er svona stráka podcast eitthvað. Já, ég var að hugsa daginn, sko. Samt ekkert viljandi, Nei, við getum lítið við þessu gert, sko, af því að við talar alveg fullt af sko, konum sem hlusta. En, er það? Já. Já, það er alveg fleiri, en maður verður miklu meira varfið, sko, þú veist, við erum að heyra af Katkins aðdáendum, ég hef heyrt að það sé eitthvað núti með man crush á mér, sko. Já, það er helviti gott. Já. Ég hef ekki heyrt neitt svipað um mig, hvað finnst þér um það? Nei, það er skrítið, þú veist ekki bara, heyrir ekki rétt af fólkinu. Nei, en bara því að maður er svona vanar því að kannski að njóta kvenhilli heldur en karlhilli, sko, þetta er svona akkurat. Svolítið skrítið staða, en það er gott að við hendum í Love Island þá til þess að aðeins að víkka út. Já, og aðdáendahópinn. Hér á náttúrulega komið frábærar konur ítrekkað sem gestir og við reynum alveg. Já. Manstu hvað vorum duglegir með kynja hlutvöllin þegar vorum á fréttablaðinu og lífinu. Já. Alltaf að passa upp á að öll kyn fengu notið sín. Eina sem við pæltum í, sko. Já, nei. Tóti, mér að þú sagðir að þú tókst það fram að það væri sólríkt, sko. Bara fyrir hlustendur bara, þú veist, það er sól beint inn í stúdíu hjá okkur, á Reykjus á Löfi. Og þetta er met, það hefur aldrei verið jafn heitt hérna. Er fréttamaðurinn að segja mig fréttir? Fréttamaður í fríi, er þetta þannig? Það er ekkit eðlilega heitt allavega hérna inn í þessu stúdíu. Já, menn þetta er ekki semst Nei, það er alveg það heitasti dagurinn í sumar. Nei, ég held ekki, hvað eru svona 14 gráður úti, 15 gráður sem er bara helviti gott. En hérna inn í stúdíu myndi ég halda að vera svona 38 gráður. Í hljóðverðinu sem við höfum alltaf kallað kælikljóðan, það er svo kallt á topnum, það er steik. Það er algjör steik hérna, sko, þannig að ég þetta gæti haft áhrif á mig að ég er að svitna, en sérðu þetta, Tóti? Já, það lekur bókstaflega. Það bókstaflega lekur hérna niður maður á mig, sko. Ég var að lyfta bollum, sko. Þetta er rosalegt. Það var bara eitthvað samhjóð, Jesus Christ, sko. Já, talandum að við erum alltaf hjá Reykjus, það sem að Tommy í Reykjus vinur okkar leifur okkur að vera og við erum alltaf færðum okkur af Hafnatorgi fyrir x mörgum vikum. Hérna er Laugavegur 27 í svona huggulegu porti og þar beint á mótið að hinum með okkur er Dixon Lounge sem að má nú kannski segja sér svona best varðveitta leyndamáli hérna í miðbæ menningunni en þetta er lokaður klúbbur fyrir Reykjusfólk og fólk með Reykjuskort og þar er hægt að fá eitthvað fáránlega besta kaffi sem ég hef nokkuð komist í og allt það nema hvað, þannig vorum við með lóðbeina bíótengingu. Nei. Jú, að því á menninganótt þá opnaði Elisabeth Ásberg myndlistasýningu á Dixon Lounge með verkum sem voru sérstaklega hönnuð fyrir Dixon Lounge. Í alveg? Já. Okay. Og til þess að toppa þetta, þá er að Elisabeth Ásberg tvíbura systir Alfreds Ásberg. Ég var að hugsa þetta, það var eitthvað sambíótenging. Já, það er alveg bullandi sambíótenging hjá okkur núna. Það er skemmtilegt. Þetta er mjög, við erum ánægð með þetta. Já, gaman að því og það er hægt að skoða þessa sýningu til 2. september milli 11 og 18 á virkum dögum. 2. september, það er á þriðjudaginn ekki? Það er annar vinnudagur þinn eftir. Ég er að fara að vinna aftur á mánudag. Það verður alveg mánudag er allra mánudag framöndag hjá mér.
og svona komin svona, þú veist, síðustu dagarnir í sumarfrí eru alltaf svona skrýtnir sko, en núna náttúrulega þetta amazing veður sko, og ég með mjög mikið svona FOMO sko skilur, svona, mér líður svona þess að ég verði verða að grípa dagina því að svo þú veist, svo hérna ömulegt viður á morgun, ömulegt viður hinn, en einhvern veginn verða full nýta þennan dag, svo fór ég út að hlaupa á hann sko, og kom beint hinga inn í, fór í sturtu og kom svo hinga, þannig að ég er svona ekstra sko, ég er ekstra mikið að svitna sko. Og að fórna dýrmætum sólarstundum fyrir hlustendur. Já, ég myndi gera allt fyrir mitt toppfólk. Algjörlega. En hérna, en annað og meira sem að fólk geti viljað kynna sér í sambandi við Regus og allar það skrifstofur og fundarherbergi og möguleika sem við kallum skrifstofulausnir. Það er hægt að lesa sér til það á tvöfaldaf.regus.is. Annars er það helst að frétta af okkur félögum og þessum þætti, það segja þætti 114, að við fórum saman í bíó í gær. Heldur betur. Og sáum nýjustu mynd Darren Aronofsky, Caught Stealing. Caught Stealing, maður. Það lítur mig að kalla Darren Aronofsky Íslandsvinni, það ekki? Hann var að grautast hérna með Nóa. Er þetta ekki, ég held að þessi fyrsta mynd sem ég sé eftir hann. Hvað finnst þér um það? Ég hefst það nokkuð magnað. Er það ekki? Ég hefur ekki séð Requiem for a Dream og The Wrestler með Mickey Rourke og Black Swan. Nei. Sem hann var eina tilnefningarsli Óskarsvöluna fyrir leikstjóð, það var Black Swan, frábær mynd. Sá hann ekki. Það er magnað. Ég vil hafa mikið með að setja hérna fyrstu Darren Aronofsky mynd. Takk fyrir, takk. Ég er fulltrúið hlustenda sem að veit ekkert okkar mann. Já. Og við erum bara svona, ahead of the curve, af því að myndin kemur í bíó á morgun. Hún er ekki komin í bíó, það er alltaf gott að hafa eitt þáttu myndir sem enginn er búin að sjá. Mikið, ef einhver hafa kvarta yfir einhverju, Tóri, það er það að við séum að fjalla myndir sko, sem að, þú veist, við komum ekki búin að sjá, þannig að við komum þóri ekki hlusta á þetta. Já, ok. En við, þú veist, við höfum eitthvað svona, ég seti eitthvað svona kapla inn í hérna Spotify, skilju, að þú veist, og allar hérna hlaðasveinina, þannig að fólk veit hvenær við byrjum að tala um myndina, eða ekki það? Jú, svo hérna þegar við erum hérna frægir fyrir og gerum út á að hérna verða ekki spillið efni og spoiler, þá hérna af því að myndin er ekki einu svona byrjuð, þá munum við nú vanda okkur sko. Já, við tökum það skilmerkilega fram árunum við fyrir að tala um spillum. Já, við bara reyna að sneiða hjá spillum, það er ekkert mál. Ég veit ekki bara tala um myndina eftir og tala aðeins hvað við erum að horfa á núna og það er sko svakalega mikið á dagskrá. Ég bara ætlaði bara að segja sko áður en við förum í hérna Caught Stealing, þá fyrst þetta. Það er hérna aðsóknin í bíó í Bandaríkjunum. Ég var nú hérna að þú lést draga mig einmitt á sólríkum hérna miðvikudegi held ég niður í Bylgju fyrir viku síðan. Já, ég var upptekinn. Já, maður mjög upptekinn. Að tala um að hérna landið væri að rísa þarna úti, en nú liggur bara fyrir að sem sagt miðasalan í sumar í Bandaríkjunum mun ekki ná 4 milljarða múrnum sko. Shit. Það er högt. Það er ekki svolítið skrítið. Jó, þetta er nefnilega verið störa svolítið hérna, svolítið, hvað maður að segja, skrítið ár, skrítið sumar vegna þess að það er sko, það er nóg af öllu. Við erum með svona alls konar pappíra hérna. Já. En hérna, já, þetta er sem sagt, sko, frá 1. maí til 24. ágúst er sem sagt box office komið upp í 3,53 milljarða, eða kallar þetta ekki billion. Jú. En þetta sko, þetta hefur ekki farið yfir 4 milljarða eftir COVID nema 2023. Þökk sé Barbenheimer sem að hérna þannig að þetta er alls ekki sko, þetta er ekki slæmt ár. En þetta nær sem sagt ekki þessu. Og hérna á það eru þarna svona vonbrigðamyndir inn í þessu. Það er sko Lilo og Stitch er svo sem er búin að hala inn mesta dollara í sumar. Okay. Og svo er líka hérna Jurassic World Rebirth búin að standa þessu vel, How to Train Your Dragon, Superman og hérna kapastusmyndin F1. Já. Og svo er svona óvænti það er A24 með Materialists í 85 milljónum og svo Sleeper hittið Weapons sem við tölum í síðustu viku sem er að sleikja $200 million. En svo er það underperformerarnir, það er náttúrulega Marvel með 2 framhjálpskot eins og við rættum hérna fyrir hvað, 2 vikum. Já, Thunderbolts og Fantastic Four ekki, þetta eru undir væntingum.
og svo var líka Mission Impossible The Final Reckoning hún sko var veðja á myndi takin meira hún samt að gera mjög gott sko en þá hún svo fáránlega dýra hún verður gerð upp í bullandi mynd. Já, einmitt, það er alltaf the catch suma myndunar eru alveg rán. Já, ég held að verði náttúrulega að fara svona að huga að þessu en það er svona talað að vanti svona hittara 2024 þá í fyrra þá var Inside Out 2 sem að dróvagnin svolítið og Barbie 2023 og 2022 var að Top Gun Maverick alveg rétt það er ekki einmitt sáleikstjóri sem að gera þessa formúlumynd Jú, heldur betur hann lítur þá að vera bara nokkuð bara solid í Hollywoodinu Já, það er ennþá verið að skríða tilbaka eftir helvítis faraldurinn. Þetta er mjög erfitt sko. En líka fólk er bara fólk er bara að hanga heima. Já, búið að afvenja það svolítið sko. En ef við svona, svo klárum þetta bara þá sá ég haft eftir einhverjum greinanda hjá Exhibitor Relations að sko, bíósumari þarna úti þá að start with a bang and end with a bang og en það er ekki að gera svona. Nei. Og það líka að þetta alltaf fer að fjara út í ágúst þá vantar svona eitthvað millikafla sem að var Deadpool and Wolverine í júli í fyrra sem að svona þannig að þetta hélt dampi sko. Einmitt. Þannig að það er högt í vélinni sko. Næsta mál þetta er byrju hvað já í stali innu til þess að heyrðu, hann er að nota glósita mína fyrir blævæng þessu var það ekki þetta nei, ég bara í hlustindi sko verða átt að því að hér er 40 gráður sko. Það er steik sko já aðeins að Netflix þeir voru að droppa bara í þessari viku breskri þáttur sem heitir Hostage strax komin í fyrsta sæti á íslenska Netflix-listanum og þetta er satt þetta fjallar tvær konur önnur er forsætisráðherra Bretlands og hinn forsæti Frakklands en eiginmanni þeirra bresku er rænt og það er verið að fjárkúa þá frönsku þannig að er það búin að horfa á þetta? Nei, málið er að ég er búin að vera upptekinn í öðru glápi kemur því síðar og hef ekki komist í þetta en mun rjúki þetta strax á eftir bara vegna þess að hafa sér 1 mínútu af Hostage þá hika ég ekki við að mæla með þessum þáttum vegna þess að Surana Jones er í þeim og leikur forsætisráðherra Breta og fyrir utan það bara ég eiginlega elskana þá hefur hún bara aldrei klikkað þetta er eina af þessum bara frábæru bresku leikunum hún byrjaði í sápuóperinu Coronation Street sem er eitthvað svona alveg eitthvað svona eins og EastEnders og eitthvað svona brest dæmi sko leki í 398 þáttum þar og er eina fáum sko kannski sem að næra að rísa upp úr sápunni sko já. Og hún var í löggu-seríunni Scott and Bailey frábærir þættir löggukonundar Scott and Bailey Svo var hún Dr. Foster, ég held að það hafi verið á Netflix. Þetta er læknir kona, svo kallinnar heldur framhjá hún og þetta er eitthvað mjög dúbis allt saman. Og þetta voru, ég mani leikt eftir þetta, bara voru frábæri þættir. Kolla Bergþórs, vinkona okkar, Jós þetta lofi. Okay. Og svo hef ég nú heldur talað hana eins þetta tveggja sísona sería sem heitir Vigil sem að fyrir fyrsta serían gerist borði í svona kjarnorkukabott sem deyr einn skipverinn og hún er rannsóknarlögga sem að fer í kápotinn og er svo bara á kafi mjög einangruð og það er gott stöf líka þannig hún er geggjuð og það er eitthvað merkilegt símtal Nei, bara Jónkuna Gerdal Já, heyra hvernig okkur fannst Vinum þáttarins heyra hvernig okkur fannst Code Stealing Já, mér finnst það mjög líklegt sko. Ég veit allt um það þegar þú droppar þættinum eftir smá Heyrðu, svo svo reyna að halda mig við glæpa topic þessa þáttar þá bara var það í dag sem að Netflix var að droppa glæpamyndinni The Thursday Murder Club Heyrðu, það er í dag, ég hef búin að vera mjög spenntur fyrir þessu, þetta lítur mjög vel út svona á pappír allavega. Já, nefnilega, nema, þetta er náttúrulega stjörnum prýtur svona eldri borgarakrimi í leikstjórn sjálfs Chris Columbus sem að, þú þekkir nú sem hvað leikstjórn ekki fyrstu tveimur Harry Potter myndunum, Goonies og Gremlins og svona. Home Alone og svona. Já.
og byggt á feikivinsælli við bók eftir Richard Osman sem hefur komið út á íslensku sem 50-dags morðklúbburinn og ég held að sé nú orðnar fleiri þessar bækur. Er þetta ekki bara eitthvað algjör snilld? Hang on, býtu, ég ætla að halda áfram að telja upp það góða og í þessu eru Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley, Jonathan Pryce, David Tennant og Richard E. Grant. Þetta galinn. Helen Mirren og Pierce Brosnan eru nýbúin að vera í Mobland sko, saman og nú dúkkaði upp aftur þarna. Þetta galinn listi sko. Já. Og þetta er hérna kvartett hérna roskina svona áhuga spæjara sem að búa á einhverju lúxus elliheimili og fara hérna rannsaka morð á svona vafasumum businessmanni þarna í bænum og hljómar vel sko og mun örugglega slá í gegn þótt fyrsti dómar sé ekki beint glæsilegir. Fyrsti dómar ekki góður. Nei og gat nú skeið. Svo til þess að bæta gráan og svart sko þá gefur Empire sem nú frekar svona jákvæðari heldur en hitt. Já. Gefa aðeins 2 stjörnur og þar myndin sögð mögulega hafa getað haft sem sagt svona potensi að slá í gegn hjá sunnudags sófarottum ef hún væri ekki jafn yfirlætislega nálgun sinni á öldrun og raun ber vitni. Þetta valdi jafn miklum ombröðum og útrunin skonsa. Vá, það eru stór orð. Þetta eru þung orð. Þetta er rosalega, ég bara held þetta væri bara svona dæmi sem gæti eða ekki klikkað. Nei, þetta á ekki að gera það. Þetta lítur út bara á blaði, ég bara sá þetta hana coming eitthvað next week eitthvað og ég bara wow, hvað ég spenntur, sjá þetta. Þannig að við kíkjum á þetta og við skulum ekkert afskrifa þetta þegar hérna, fólk, þú veist, mismöndi gagnrýnendur sem skrifa Empire og fólk mis svona vel átt að. Já. En þetta er allavega svona, samt, var þessi einhverjum típist, þú veist, með eitthvað ógeðslega vinsæla skáldsögu, þú veist, með sko solid leikstjóra, geggjaða leikara, en þetta er Netflix framleiðsla og þá kemur sleifarlagið einhvern veginn. Heldur það sé framleiðslan einmitt? Já, ég veit ekki, eftir að koma að staða þessu. Heyrðu, svo var ég bara aðeins að koma að hérna, það sem ég er búin að vera upptíkjum að glápa á Dexter. Ok, aftur? Nei, sko, þetta voru hvað 5 eða 6 season uppálega og frábært framan af svo held ég 6 eða 7 þá fór þetta eitthvað að dala þannig að mér vantar örugglega sko 2 serjur úr þessum fyrstu nema svo kom Dexter New Blood bara fyrir 3 árum síðan sem endur á því að sonur hans skýtur hann og helviti góði þættir sko Clancy Brown var hérna vondikallinn þar því Dexter er alltaf að drepa aðra raðmorðingja alveg Heyrðu svo kom hérna hvað heita hérna Dexter hérna voru svo mikið að serju? Já, ég var bara að fatta þetta sko það var í fréttum sem sagt núna bara að Paramount hefði verið að gera Dexter aðdáendur brjálaða með því að cancela Dexter Origins og það er sem sagt Origins það er hérna Origin Story, það er sem sagt ungur Dexter þannig að Michael C. Hall er ekki og Christian Slater leikur pappan þess að lögguna sem að hérna, þjálfa hann upp í að hérna, vera raðmorðingi vonda fólksins og það var búið að segja þetta myndi halda áfram svo er þessu kanslera og þá fór ég að vera forvitin ok, ég verið að kíkja á þetta nema þá fatta ég það er líka til Dexter Resurrection sem er ennþá í gangi núna það er 2 þættir eftir að því þetta var alveg búið að fara fram hjá mér að vera svona mikið að þáttum já, mér líka, sko við erum 2 á toppnum sko og veistu, ég lesi Dexter og hef tekið viðtal við Jeff Lindsay sem að skrifaði bækurnar í alveg? Já, þá var að byrja á þessu? Já, mátt lesa svona 2 fyrstu bækurnar þetta er samt svona svipað, ég hef ekki sagt það þetta er svo svipað með hérna, True Blood sko, að hérna, þættirnir voru miklu betri heldur en frumtextin sko þá kalla Dexter fór eitthvað að renna en þetta Dexter Resurrection er bara alveg ógeðslega gott og ég held að það muni halda áfram en þetta Origins það er bara búið það er annað sem er nýtt þetta er náttúrulega þetta er stærsta fréttin gagnvart okkur hérna á Íslandi það er að hérna, King and Conqueror balta þættirnir hérna, aðdragandana The Battle of Hastings það fara að staða og þetta er náttúrulega konið 2 þættir komið 2 þættir ég er búið með 1,5 ég er búið með 2 já, og þetta er á hérna er þetta ekki aðgengilegt hjá símanum? Jú,
ótrúlega fyndið íslensku leikararnir, það bara allt í einu maður svo fyndið, ég bjóst ekki við því sko einhvern veginn, ég veit ekki af hverju ég bjóst ekki við svo sé maður allt í einu bara, hefur bara Unnsteinn Manuel mættu bara, þú veist að fara kónginum einhver tíðindi og bara strax þarna bara í byrjun fyrsta þáttar sko, bara Ingvar bara í fyrsta sem við erum ok, við erum á örgusvæði Ingvar hérna já, það allt morandi Íslendingum og þetta var náttúrulega tekið mikið til hérna ég bara var þetta ekki alfarið tekið upp hér Jú, ég held að alveg örgla held að sé þannig og þetta sem sagt gerist 1066 og hann fekk leyfi til þess að breyta þarna einhverju búið til eitthvað vikingaþorp í Heiðmörk og ég veit ekki hvað sko, hann balti og hérna sem sagt, já, þetta er náttúrulega bara sér þáttur, þetta er náttúrulega bara við tökum þetta 100% föstum tökum, en við erum ekkert að fara að úttala okkur þetta, en það getum við það ekki eftir að hafa séð bara og ef okkar maður sko, Balti á landinu ef svo vildi til það er svona að prófa að heyri í honum manni sem var hjá okkur í þætti 50 sem er lang vinsalasti 2 topnum ever ég veldi fyrir mér akkur það er komið þörf fyrir að fá Balti aftur það væri ótrúlega skemmtilegt af því að þú veist, þetta eru stór þættir og stórleikarar sem er í þessu og mögum ekki mikla athygli og það væri geðvegt að gera þetta með honum og líka bara, þú veist, fréttnum það hvernig þetta var og þú veist, ef hann til í það þetta snýst þarna 2 gauðra sko, Harald af Wessex sem að James Norton leikur akkurat, sem er frábær leikari sem allir eða flest tekjan úr hann er psykopatinn úr Happy Valley frábær, hann var svo ógeðslega góður að maður hataði hvert bein í þessum manni sko, hryllilegur og svo náttúrulega Jamie Lannister, Nikolai Coster-Waldau hann leikur William of Normandy þannig að þetta er spennandi þetta logo góð þetta er BBC sko já. og ég held að þetta sé bæði sko, þeir eru að sína eitt þátt vikulega en samt líka okkur player sem getur séð þetta allt nú þegar held ég held það sé það ekki dýra sko og það er alltaf einhverjir búin að vera að rjúka á internetu og hvart yfir því að þetta sé ekki nógu vel lýst myndatakar þetta er svo dark þetta er nýtt bara dæmið það er alltaf verið að gagna þetta eins og við vettum við töluðum þetta í síðustu viku og svo náttúrulega Game of Thrones munum loka seríuna sko einn stóru Winterfell orðustan og bara fólk að tala um að hún geti ekki séð þetta sko ég fyndi upplifði þetta ekki sko ég naut ekki með það nei, kannski en það er kannski að ég er alltaf með brightness í sjónvarpinu stilt í topp sko og svo ef maður sé svona blendnar viðtökur það er einhverjir að kvarta aðrir ánægir en þessum við sínst kvartið hjá Bretunum helst gang út af það að tungutaki og málfarið er ekki eins og það var 1066 sko, eitthvað svoleiðis það væri rosalega leiðinlegt að horfa á það og líka ef þú komin þangað í að finna eitthvað að sko, þá gæti nú bara ansið margt verið í lagi sko. Ég man einmitt sko, ég tók viðtal upp alltaf bara svona örstuð fyrir Vísi á sín tíma þegar hann var að fá þau voru að biðja leyfi til að setja upp hann að Víkingaþorpið og svona við töluðum sérstaklega þegar hann var svo mikið hestakall sko jú. Hann er íslenski hestur og náttúrulega bara í algleimingi sko og það er vist mjög viðandi Balti sagði með það á sínum tíma sko fyrir 1, 2, 3 árum eða eitthvað að þeir svona voru hestarnir sko bara þeir voru svona litlir svona var einhvern veginn svona frumhesturinn segir maður ekki þannig að ég minnst þetta loð mjög góð ég er alveg orðin invested í þessu eftir 2 hætti sko. Líka mér skemmtilegt að pappans Essex sko ég þekki þann leikara, ég veit ekkert hvað hann heitir hann leik líka í Mobland leik óvinn Pierce Brosnan sko. Leik aðal óvinn hann er geggjaður, hann er svo skemmtlegur sáleikari og náttúrulega bara stórleikarar hann í öllum hotnum og náttúrulega bara leki og Íslendingum alltaf gaman það er svo fyndið, maður er svo hissa eins og þeirra, sérstaklega það er Unnsteinn Manuel allt í hennu bara byrtist og hann er að flytja öðrum kónginum í Normandi, bara eitthvað stór tíðindi og maður er bara what? Þannig við bara Unnsteinn mjög skemmtlegt er engin æskæs í þessu? Nei, aldrei að vita sko. Og ég byrjaði að horfa á það líka í gerð sko. Það er skemmtilegt við höfum verið með sérhátt við höfum líka verið með sérhátt það sko. Við höfum hann stóra aftur svo er Bananlæja sería 2 það kom einhver trailer við höfum bara bjóða auðvitað blöða eitthvað að tala um hana nú kemur sólun aftur ég var að byrja að jafna mig ofsa hita hérna þá er það bara einn fíll í hljóðverðinu sem ég get ekki slepptir inn í aðalefni þáttarins ég ætla líka að tala við eitt árun að við
byrjum á því sko. Ok, þá tökum við hann fíl Já, Sydney Sweeney, hvað að gerast? Þetta þín kona, sko já, mín kona. bara núna á 2 vikum hún búin að eiga bara 2 hrun, bara 2 misfires í miðasölu. Já. Býtu hvað er það? Akkur misti ég því? Hún heitlaði þig og heiminn held ég allan hérna 2023 þegar Anyone But You bara sló í gegn í áslokk og dró saman hérna $200 milljónir á heimsvísu. Akkurat. Heyrðu, staðan hefur nú heldur betur snúist henni Jóa núna og hún situr upp með 2 svarta pétra og stóra miðasölubömmera á aðeins 2 vikum. Býtu, hvað myndi? Ég veit ekki eins og hvað myndi. Það einhver sagt að þessi Quentin Tarantino innblásin vestri Americana. Þar er hún svona headlining eða svona efst á plakatinu og svo er það Ron Howard með eitthvað svona survival thriller sem heitir Eden og þar er hún með alveg bara mökk af stórum nöfnum og er í aukahlutverki. Ég hef ekki eins og neitt þessar myndir. Nei, kannski það því að það er ekki að gera neitt vegna að báðar þessar myndir sem sagt bara hrundu strax í miðasölu og hafa sko samanlagt eru svona slef upp í $2 milljónir. Það er ræðilegt sko. Og já, en þess að þessu Eden sko það er Jude Law aðalnafnið og svo er Vanessa Kirby vinkona okkar og Anna de Armas með Sweeney og Daniel Brühl í aukahlutverkum. Þannig að við getum ekki kannski kent Sydney Sweeney þetta. Ron Howard hann má nú að deila lengi það hversu góður hann sko, þá hann hafi gert alls konar áferðarfara sko þessi gömlu leikstjórar, þeir eru ekkert að hætta. Nei. Ron Howard, er hann ekki orðin bara 4 gamall? Nei, hann er svona hann er pappinar Bryce Dallas Howard sko. Já, hann er svona, hann er svona 60 eitthvað 60-70, kannski. Já. Nei, ok, þetta er sjokkernandi en kannski munum landir ísa hjá henni ég held að sé verið að skjóta 3. vertíð af Euphoria. Það er náttúrulega eitthvað sem fólk er að bíða eftir. Já, og hún er þar og var þar, er það stökkpallurinn hennar? Já, og Zendaya einn af þeim, og Zendaya líka náttúrulega. Hún er svona Zendaya náttúrulega aðalhlutverki í þeim þáttum. En já, svona þeir þætti svona náttúrulega var hann White Lotus mastu, svo einhvern veginn verður hún einmitt kemur fram í Anyone But You þetta er einhvern veginn já, og svo var þetta einhver hryllingsmynd sem er vist frábærin, ég hef ekki þorað að horfa á hvað heit hún aftur, The Nun eða eitthvað? Nei, en hún er nunna Immaculate Immaculate, já sem að því ég bara hérta hún sé okkur morðæði í hríðum með meiri fæðingu eitthvað sem ég ætla ekki að horfa á það mynd Nei, þú ert líka afsakaður, þú þarft ekki að horfa á hryllingsmyndin nema í algjörum neyðartilfellum En sko, hefur þetta eitthvað með þetta gallabuxnaflippin að gera þegar hún var með þetta Good Jeans? Já, held ekki sko. Þá náttúrulega með kemur líka ljós að hún er republikanaflóknum og eitthvað og í náðinni á Trump, ég held að það sé rosa slæmt í skemmtanabransanum var núti að vera í náðinni á Trump. Já, vill helst að minnst ekki á þau sko. En þú veist er hún ekki bara er þetta ekki bara áfram gakja? Jú, hún er ekki hún lætur ekki degan síga við erum bara vonað þetta komið til Tóti, nú er ég fulltrúi heimildar mynda og þátta í þessu hlaðarpi það náttúrulega kemur út inn að risa serja sem allir að tala við erum að sjálfsög að tala raunverulega háttaseríun á Netflix sem Biggest Loser Fit for TV, the reality of the Biggest Loser Þetta er komið og það er allir að tala um þetta ég meira þess að heyrði það bara tekið út af sig tala á Rás 2 í vikunum bara í síðdegisútvarpinu, bara þetta við einhvern næringafræðing sko, þetta þá kemur ljósa það er svona ýmislegt sem kemur fram það er svona hegðun framleiðenda gagnvart keppendum en þau sem að leittu þjálfararnir þjálfararnir ég horfði nefnilega aðeins á stundum á Biggest Loser og ég var orðinn hugfangin og bara skotin í sem sagt þjálfara gellunni Gillian Michaels hún var svo ógeðslega grimm ég er mjög veikur fyrir grimmum konum sko. Hún heitir hún ekki Vivian Gillian eitthvað, ég manna ekki hún allan tekur ekki þátt í þessum raunveruleika í þessum heimilda þáttum sko. Ég horfði á þetta bara í beit ég fór til Akureyrar núna helgina og maður var mikið að fara í fjallgöngur á daginn og skoðuböðin og bjórböðin og svona, ég prófaði bjórböðin líka, amazing mæli með,
Herru, og svo, einmitt, kvöldinn og maður slagur, sko, það var svona eins og verið spána frí, þú veist, þegar maður á hótelherberginu að chilla. Já, horfa á döppaðan. Og ég og félagið minn ætluðum að taka bara 1, sko, af þessum. Endum á að taka bara alla 3, sko. Ok, þetta 3 þátt að heim þessu. Já, 40 mínútur hver þáttur, þetta ekkert eðlilega áhugavert. Bæði bara fyrir fólk sem að elska raunveruleika en líka bara út af því að bara svona þessi ofsa þjálfun náttúrulega, af því þau eru bara allt í einu aðstæðum sem að þú veist hvað, í 6 mánuði eða eitthvað, þar sem að þau sko, þeim er sagt sko að borða nánast ekki neitt, bara einhver 800 kaloríur á dag sem er náttúrulega bara mjög óðalegt sko. Pís og keik fyrir mig. Já, það ekki. Cirka það sem ég borða það. Og það er náttúrulega mjög óheilbrigt og kemur náttúrulega ljós að þau eru öll búin að fitna sko. Þau fitnuðu öll eftir sko. Já. Öll með einn sko. Þetta er svona áhlaup virki við þetta ekki sko. Nei, þetta virkar ekki út í þetta svona, og svo kemur ljósar alls konar sem hefur komið í ljós, þú veist að þetta hefur eitthvað áhrif eða eitthvað sem hefur áhrif á þeirra svona hvað segir maður, svona líkamsryþma, þú veist, hvernig brennsluna og svo framvegis sko. Og og það er hann einn þjálfari sem tjáði sig, skilur, þú veist, einn af þeim voru alltaf 2 það var einn sem að heit Bob, held ég, alveg örgulega, hann mætir og tjáði sig og hann segir bara, þú veist, við vorum bara í þessu og svo er líka hann að læknir sem var í öllum þáttunum og það var alltaf mikið kergja milli hans og þjálfarinn og hann var svona að segja og ég var alltaf að segja hann bara, þú veist, þegar ég að borða meira heldur en 800 gram sko. 800 kíló kaloríur segja. Þannig að þetta er ekkert eðlilega áhört, ég vildi bara gefa þessum þáttum shoutout. Eru á Netflix. Þeir eru á Netflix, mælum með þessu. Ég hef verið að kíkja á þetta en mér þetta náttúrulega best ef að kæmi fram að hún hefði verið algjör bara Ilsa Sývúlf þessi þjálfara kona sem ég eiginlega sko, út af því að hún vill ekki taka þátt í kemur ekki nála þessu. Nei, hún tekur ekki þátt í þessu sem er mjög sös og svo náttúrulega kemur ljós að hún var að gefa þeim sko koffínpillur sko, sem mátt ekki sko, sem fór á svona svig við reglur þáttan sko. Ég er nefnilega svo, kíkti ég líka aðeins á þetta komið til Íslands, það var íslenskt byggarslúsir á Skjá 1 Gurri og Evert. Já, og ég er með þessi á svona Biggest Loser ból íslenskana því að Toppa Marinus hún var í PR-deildinni hjá Skjá 1 og gaf mér svona ból. Já, og ég var líka svo gaman að því sko, það var eitt þannig að þetta Eithor sem að Gurri var alltaf skamman sko. Já. Svo einhvern spurði hann hvort hann væri búin að æfa þetta, þá dreymdi hann það bara. Það er heldur gott. Hann æfði ekkert sko, en hann dreymdi það bara. Jesús. Það er rosalegt sko. En þetta eru geggjað þetta er góð þetta er svona, þetta er góð svona, hvað segir maður, gott uppgjör. Já, það er bara, ég veit ekki þetta er eitthvað sem hefur svona ágerast hjá mér með árunum að ég nenn ekki heimildastöfi lengur, það þarf að vera eitthvað alveg rosalega mikilvægt sko. Ég er orðin alveg bara, ég er orðin háður og ég þarf að vinna í þessu sko. En allavega núna líka, Netflix heldur áfram, það er heldur bara allir ekki október, þá kemur hvað heitir þetta, ekki regli var hugtakið Monster sem var með Menendez bræðrunum og nú er Ed Gein, það er bara að koma bara það er á næsta leiti uppáhalds raðmorningin minn eða svona Akkur er það? Af því hann er fyrirmyndin af Ed Gein sko hann er fyrirmyndin af Norman Bates í Psycho, Buffalo Bill í Silence of the Lambs, hann er bara svona þetta er svona bara ættfaðir bíóraðmorningina mjög skemmtilegt, örgulega hvað heitir hann ekki, Charlie Hunnam sem leikur hann ok hvað erum við ekki bara góður erum við komnir í caught stealing það er ekki bara caught stealing 33 ár, núna, hvað, tölum við hinsbyslust já, en ætlum að forða spoilera þetta er líka samt svona gaman aðeins að þetta er einhvern veginn svona krimma haust, sko, nú náttúrulega voru að nefna þarna 50. smórklúbin nú kemur Darren Aronofsky með caught stealing og svo er bara Paul Thomas Anderson handan við hornið, held þessi 2 vikur alveg rétt, held þessi 2 vikur Leonardo DiCaprio í One Battle After Another það er geggjað þannig að það er geggjað haust já, þetta er glæpa haust geggjað haust fyrir okkur strákana já, glæpa haust bara og allar strákana sem er hlusta á þetta hlaðarp heyrðu, en já, gaman að því að þú hefur náttúrulega ekki séð neitt eftir hennan Darren Aronofsky nei, akkur er hann eitthvað merkilegur er þetta ekki bara svona gæði sem er að gera svona hasamyndir nei, nefnilega ekki þetta er stefnubreiting eða þetta er frávik, myndi ég halda og hún er sérst ekki komin í bíó en það eru komin 62 dómar í meðaltalið á Rotten Tomatoes 84% já
Er það ekki bara nærri lagi? Jú, ég held að við vorum mjög ánægð með var mjög ánægð með þessa mynd. Mér fannst hún stór skemmtileg. Já, sem er einmitt, málið við hana, hún missir aldrei dampin. Aldrei. Erum við að fara að spoila? Nei, ég vil ekki reyna að spoila mikið. Þannig að við okay. skulum bara svo Empire gefur 3 með eitthvað rósar alveg rosalega mörg en tekst að finna eitthvað svona en þess að hún gerist 1998 sem voru gott ár, þá eignaðist ég Dodda minn, þannig að börnin manns vera svona vörður eitthvað svona tímatali manns miðast við hvernig þau kom í heiminn sko. Eðlilega, og þetta er gott þetta er góður áratur. Já. Það er einhvern veginn mikil von einhvern veginn loftið þarna. Já. Tvíburuturnarnir standa enn og þeir eru, það er mikið gert út úr því að sína þá í þessari mynd. Já. Þeir eru alltaf í öllum skotum, tókst þetta. Já, og gefur svo tvíburuturnir. Ein svona setninga að Rudy Giuliani er borgarstjóri, hann var með no tolerance bara smábrot og það var tekið með harkala á öllum glæpum, sko, hann ætlaði að reynsa clean up the town. Einmitt. Svo gerist hann náttúrulega bara sveitt vampíra í hýri Donald Trump. Sko. Já, einmitt, svo missir hann vitið einhvern veginn en þetta sem sagt, og það segir af barþjónunum Hank sem Austin Butler leikur sem að kemst að því sem að Al Pacino sagði okkur nú í Carlitos Way eftir Brian De Palma a favor can kill you faster than a bullet að því að hann gerir nágranna sínum í næstu íbúð þann greiða að hugsa köttina sín okkur daga og afstað fyrir svakaleg krimma atburðarás sem að það mæðir mikið á okkamanni. Já, 2 austur-evrópskir menn mæta þarna að leita einhverju. Og leita nágrannunum sem að einmitt er alveg íkt góður Matt Smith. Já. Prins Edward, nei, hvað heitir hann? Hertoginn, uppáhaldskallinn okkar í Philip, já. Lék Philip í fyrstu Crown-þáttunum og var Dr. Who í ágætisrönni. Við erum alltaf svolítið illa við hennar því að hann kom eftir David Tennant sem er algjörlega minn Dr. Who, sko. Já. En hann er frábær hérna sem, þetta er svona pönkari bara með spækana upp í lofti, svona breskur pönkari. Líka með hennar breskar heim, það er svo gott. Breskur pönkari að væplast í fíknarbröðviðskiptum í New York 1998, ógeðslega fyndinn. Nema hann lætur sig hverfa og það kom hann, austur-evrópskir tuttar að níðast á honum Hank í næstu íbúð byrjan og hann er barinn þannig að það er að taka honum manna nýja sko. Þetta var rosalega brútal sko. Rosalega hvernig þetta fer allt saman að stað sko. Já, og þetta er svona New York mynd þetta er bara, rosalega góð stemning New York á 10. áratugum Já, og bara mjög vel gert en Aronofsky sko, hann vakti fyrst aðtöku fyrir mynd sem að heitir bara Pi og var nú bara táknið sko, Pi og hún var alveg stórfurlega hún var rosalega manni og svo náttúrulega bara Requiem for a Dream sem er svona eitthvað sprautu fíkla þetta er einn svona erfiðasta og ógeðslegasta mynd sem ég séð Það er þessi með laginu eða? Er lagið, já Requiem for a Dream Jared Leto eða eitthvað þetta var ógeðslega góð mynd en svona óþægileg en það eins og ég oft sagt það voru dópustar frekar leiðilegir það er alveg og svo náttúrulega var hann með Russell Crowe og Noah biblíusöguna sem hann tók upp alveg rétt, já og Black Swan sem er með Natalie Portman ballettmyndin sem var alveg ógeðslega góð og þetta er mjög mikla aðtekli sú mynd já, ég manni því með Mila Kunis líka já, Mila Kunis, gleymum henni ekki alveg frábær og já, svo bara þessi mynd hún það er bara að raðast þarna inn alveg ferlega skemmtilega leikarar og þetta er góð saga, þetta er sem sagt byggt á skáldsögu Já, þetta byggir á skáldsögu Já, og sem sagt höfundur bókarinnar hann sjálfur Charlie Huston, hann skrifar handritið eða bíóðalögunna og það víst hann skrifaði held í 4 bækur þennan Hank sem er svona svolítið klassískur lúser, hann var ógeðslega efnilegur í hafnabolta á menntaskóla árunum Já, mér er rosalega vel byggð persóna hann með hann að þess að fortíða drauga lendir svo í slísi sem var bara dæminu og leik hann er eiginlega og allan ekki búið í LA einhverstaðar flytur til New York og er þar bara barþjóðn og basically bara mjög virk fyllibita alkoholisti Já, hann á þess að ógeðslega flottu kærustu Já, að mitt Zoe Kravitz er frábær hún er ógeðslega góð í þessu svona það er eitthvað við hana sko, hún er svo fyrirhafnur sjarmerandi, þú veist hún bara birtist og maður er bara, vá hvað þetta er heillandi stúlka sko, bara alveg ég vil segja meira leikstjórn hjá henni sko
Já, hún náttúrulega leikstýrið þarna, hvað hét hún? Með Channing Tatum. Já, hann ógeðslega mynd, hún var ógeðslega góð. Já, mjög skemmtileg. Hvað hét hún aftur? Við töluðum mikið hana hérna. Hvað hét hún? Be Real? Nei, eitthvað snapp, eitthvað flass, eitthvað. Einmitt. En svo hættu þau saman í myndinni, sko. Já, þau voru par. Já, þetta var hérna svona ógeðslegur tölvu aukifingur sem var bara með eigin þar sem hann tældi konur til þess að misnota með vinum sínum. Já. Gaslýsingamyndin, þetta við töluðum mikið um þessa mynd. Já, hún var ekkert eðla góð. En við erum bara að gleyma því, hvað hann heitir. En svo við setjum þetta, ef við erum halda okkur við hann Darren Aronofsky, þá svo gerir hann Mother með henni Jennifer Lawrence 2017. Já. Og svo náttúrulega var hann að gera Stormót 2022 með The Whale, upprýsumyndinans. Það var hann? Já. Hann gerir Whale? Já, upprýsumyndinans Brendan Fraser. Og svo gleymum við ekki að náttúrulega hann náði því besta út úr uppáhaldsleikaranum mínum, Mickey Rourke, bara í áratugi í Wrestler 2008. En hann er svolítið svona þungur og alvarlegur leikstjóri. Þetta er mjög svona óeðaleg mynd, eða ekki fyrir hann til að gera? Jú, samt, ef við rýnum í þetta, þá er samt alveg, það er alveg sama dýftinraunni, en svo varst bara sjálfur að segja hann með, hvað þetta væri, góð persóna, hann Hank, Þannig að hún er svona alveg, þó þessi roslegur hasar og gengum ekki á opphúslegur hraði, þá það er persónasköpun það. Alveg rétt. Og líka svona gritti, svo ofbeldi er mjög, svona, þú finnir fyrir því, þetta er svo ljótt, vont ofbeldi. Blóðið í þessari myndi er alltaf svona vaskend. Ég tókst þið því. Já, var það ekki bara þegar hann pissaði blóðið þarna? Jú, var það ekki, jú, bara maður. Þegar hann nýraði gasi. Já, en ég bara, ennþá bara melta þetta, en þetta er Aronofsky mynd sem er öðruvísi og ég hafði svona tilfinningunni að hann hafi örugglega haft það rosalega gaman að gera þessa mynd. Þetta er svona öðruvísi taktur að vera bara að krimmast í New York. Og það er náttúrulega svo sem hún hefur verið nefnd svona sem svona einhvers konar bergmál af bæði After Hours eftir Scorsese og Uncut Gems með Adam Sandler. Það var svona opbóðslegur hraði gauri einhverjum svona fáranlegum vandræðum einhvern veginn með einhverja vonda menn á eftir sér í New York. Og þetta er Scorsese gerði After Hours 1985 og til þess að taka nú af öll tímali, að Aronofsky tekur á öll tímali að hann sækir þetta innblástur að Griffin Dunne lék sem sagt aðalpersónuna í After Hours og hann er hippin, bareigandinn sem hann Hank vinnur hjá í þessari mynd. Okay. Þannig að aðalekarinn úr After Hours er mættur í aukahlutverki helvíti fyndinn, típiskur bíómynda hippi, stannaður hérna í 75 ógeðslega góður og það er allir góður í þessari mynd. Þetta er solid, þetta er ótrúlega solid mynd. Ég býst við að hún verði bara mjög vinsæl. Ég trúi eiginlega þetta eru góðu leikarar. Mér finnst Austin Butler líka mjög skemmtilegur í þessari mynd. Já, ég er ekki frá því að þetta sé, hann alltaf var hérna Presley og Holt gerist einhvern veginn í Presley. Hann var einhvern veginn alltaf Presley svo var hann bara alltaf Presley, mætti Presley í flug þáttunum Masters of the Air bandabróður flugþáttunum, þá var hann bara Elvis Presley aftur. Svo mjög oft að tala sjálfur það hefur verið að ná Presley úr sér en ég er ekki frá því, þetta sé bara hans besta hlutverk hingað til. Absolutt, ég er sammála því. Ég er algjörlega sammála því. Hann hefur alltaf verið góður, svo er hann svona, það er eitthvað, hann er svona sætigaurinn samt ekki, hann náða til að, hann náða mjög svona aulaleg og svona lúðaleg svipriði, Doom 2, þá var hann náttúrulega einhver hann aðalvondi, hann var stingin úr linsmyndinni. Og svo var hann í leðujakkamyndinni, hvað heit hún? Bike Riders, já. Hann er alveg, hann er rising star og mér finnst það algjörlega stimpla sinn í þessari mynd. Algjörlega. Af því að hann sýnir svona, finnst mér, ég kannski er að gala í sig setja þegar Doom 2 þá augljóslega er hann allt öðruvísi en þannig að hann sýnir hann ákveðna breytt í þessari mynd. Já, og tekst að hann náttúrulega, þessi mynd hvílir svolítið á hans herðum og hann sé með alveg náttúrulega rosalega gott fólk í kringum sig í aukaluturkum en þetta hann gerir þetta vel. Einmitt.
og já, það hann Zoe Kravitz þarna bara svo yfirþyrmandi sjarmerandi að maður bara eiginlega með stjörnur í augunum bara frá þeim byrtist Matt Smith fer á kostum hérna í aukahlutverki örlavaldsins mikla með köttin með breskar heiminn já, hann náttúrulega breyti Heyrðu, svo hérna Regina King hún leikur lögguna sem er að reyna alltaf gaman að Regina King já, hún er frábær það er eitthvað svona algjörlega við hana hún var strax hún byrtist þá bara, hún nærðir leið hún líka bara eldast vel mér sé hann í bíómyndum mörg já, hún er búin að vera svolítið lengi Heyrðu, áður nefndur Matt Smith Griffin Dunne og hérna, svo hérna hver heitir Bad Bunny? Það er einhver maður hérna sem að leikur alveg ferlega svona íktan krima Colorado Bad Bunny, já hvað er þetta þá rappari við erum nú að vita þetta þegar hann var náttúrulega líka í hérna Happy Gilmore 2 mástu já það sem hann leik hérna þetta er Bad Bunny hann er rappari og söngari sko það hlaut að vera hann leik náttúrulega hérna Katti hans í hérna þjónin, Lúsera þjónin já, Lúsera gólseinin ég hef nú ekki tengt þá saman sko. hann er byrjað að leika tölvöld mikið, það er alveg rétt sko. hann er svona oftast kallaður konungurinn af The Latin Trap veit það skiptum nafn Bad Bunny, þetta er eins og lélegu brandari sko. hann er líka professional wrestler ok þetta er helviti gott sko. hann er ágættir ég sá hann leikur eitthvað svona á Colorado agalega mikið vondankall sko og einhverstað sá ég sagt að tilfinningin væri svona eins og hún hefði verið stólið úr Guy Ritchie mynd það sé alveg ágættir síðan persónunni sko þessum Colorado það er alveg rétt sko, mjög mikil svona Guy Ritchie bræður já og svo náttúrulega rjóminn eða rúsinurnar í þessum pilsvenda eru náttúrulega Liv Schreiber og Vincent D'Onofrio alveg algjörlega sem að leika hérna hræðilegu gyðingaskúrka lípa og smölli og hérna, já, þetta eru glæpabræður sem tilheyra hópi Hasída strángtrúðara gyðinga og skarta því sínum þessum miklu klassísku vangalokkum og eru alveg í fullum skrúða sko, alveg, og þeir gæjar, þetta er náttúrulega sko, sjóaði leikara sko. Þeir eru alveg, ég held að þeir hafa haft svo gaman að þeir voru svo að fíla sig að leika þessa yktu krima bara þeir byrtast fyrst og eru að elda sko, böllur í myndinni, þetta er svo skemmtilegt sko. og sér strax bara einhvern veginn á limaburðinum sko, hlaupalæginu á Vincent sko, maður valla gæti sér framan í hann, já, hann er okkar maður Kingpin sjálfur sko. ógeðslega góðleikari svo skemmtilegur og einmitt hann kom hann inn í hérna, Law and Order Criminal Intent seríuna á seinni skeiðum sko þú fegst hann ekki döppa hann á hótelherberginu í Þýskalandi já, þeir ræðislegir og hérna svo bara get ég ekki að það gert sko ég veit náttúrulega maður ekkert hvort að maður megi tala um gyðinga þess að fá þessu hérna eitthvað hattustimpir og hún ráta þessum ofum en það er hérna, þetta er legendary senna úr einhverjum sopranstættinum þegar Tony soprano lendur upp á kant við svona Hasída og þeir standa hérna Hasídati með vangalokkana sínu og kemur Tony hey, CC Top það er svo fyndið sko þú tekir CC Topina ekki? Nei, alls ekki svona, nú hérna færi Jakob Bjarnar yfir þegar hann kemur úr fríi og þú úr fríi sko, þetta er geggjur hljómsveit 3 manna band og 2 af þeim voru alltaf mókslega sítt skegg og sólgleru okay. hey, CC Top wow afsakið já, við erum ekkert farin að spoila neitt en þetta er bara glæpasaga bara þeysireið í gegnum undirheima New York borgar 1998 og með góðum plottustum já, og það er alltaf eitthvað sko já, þetta kemur orð og svona, einmitt, þetta bara lesni fyrir að stað bara eftir að hérna, þeir koma hérna austantjáls þöggarnir og berjan í byrjun svo bara hættir þetta ekki og alltaf eitthvað ný og nýtt fyrst sem að sko, þetta er svona mér finnst þetta líka verið svolítið svona Hitchcock í þessu þetta er svona bara venjulegur gaur sem að lendir í einhverjum bara fáránlegum aðstæðum sko og flækist í ekst alltaf hann sekkur alltaf einhvern veginn eða pakkið sem er að eldan og er í kringum hann sko gerir stöðans alltaf sko vonlausar og vonlausar þetta er alveg
sko, ég var farin að hafa áhyggjur á hann bara, Einmitt, hvernig ætlar að leysa þetta? Einmitt, og manni þykir náttúrulega mjög væntum hann af því að hann er svo ótrúlega vel byggður karakter, með svona sína baksu og maður svona skilur hann strax. Hann er með risa tráma náttúrulega, áfall og það er það sem gerir þetta svo gott. Auðvitað náttúrulega bara leitar mjög stíft í áfengi. Já. Ég er náttúrulega kannast aðeins við það, eina sem að mér var svolítið skrítið er að heima hjá honum, hann átti, það voru vodkaflöskur í fristinum, það voru heilu skáparnir af flöskum, allt fullt sko, ískapur fullur af bjór. Sko ég held ekki alveg fullt þetta virkur alls ekki, hann á aldrei svona mikið áfengi, hann er alltaf að stokka upp sko, en það gengur í sko hraðar á byrjarnar þetta. En er ekki að því hann var að vinna á bar? Jú, ég ætlaði að vera að koma því, það gæti verið, hann kemur alltaf sósaður heim sko. Já, þarf hann ekki að drekka. Nei, ég er bara mann sko, ég keypti einu sinni, ógeðslega flottan vínskáp, alveg bara mublu, ógeðslega stór og flottur og flúrar og fít sko. Bara utan áfengi? Já, og hann átti bara alltaf að vera fullur áfengi, hann átti að vera held ég, sko, 20 rauðinsflöskur í neðstu hillunni og eitthvað. Þetta stóði alltaf tómt sko, þetta var alltaf svo átakanlegt eitthvað, mér náði aldrei að halda skápnum fullum sko, af því að ég var alltaf fullur. Alveg, þannig að þetta bara kútos á Hank sem fyrirmynda fyllibitur sem á alltaf áfengi sko. Þetta er svona mynd sem maður getur alveg, oft þegar maður og horfur á mynd og maður svona, ég hugsa ekki oft, ég ætla að horfa á þessu mynd aftur. Eiginlega aldrei. Ég get alveg séð fyrir mér að sjá þessu mynd aftur. Já. Svo er þetta líka svo fallegt sko, hann var svo efnilegur í hafnaboltanum, samt þegar koma svona atriði frá baseball leikjum. Ég skil ekki þessa íþrótt. Ég geta, þú þarf held ég að vera sko borin og badfættur bandaríkjamaður. Ég náttúrulega mætti á leik sko. Ég mætti á hafnaboltaleik sko. Og það var hún var að fresta að synka vegna veðurs og laður eitthvað dúkur yfir völlin og þarna satt maður bara að borða eitthvað netur. Síðan byrjaði hann og þá voru, ég manna bandarísku vinnir mínu voru að reyna, ég var hann í Pittsburgh Pirates voru að keppa á móti einhverjum og ég skildi ekkert sko. Ekki neitt. Og við fórum á hann leikur á búin sko. Svo leikin er alltaf lengi sko. Og alltaf eitthvað svona tákmál, fingramál, eitthvað merkjasendingar og gengur út á að kasta bolta í eitthvað mann með kilvu sem á ekki að hitta bolta. Þetta er eins og kíló, maður fór alltaf kíló í Svona frekar einfalt með þetta. Eitthvað 3 strikes out og svona. Nei, ég held að besta svona krasskúsin sem ég fengi í hafnabolta var Simpsons þáttu þar sem að Homer var skikkaður í held ég mánaðar bindindi og þá satt hann á hafnabolta og bara, vá, ég aldrei getur grein fyrir hvað þetta er leiðilegur leikur sko. En ok, ég þarf að vera fullur. En ég samt, ég á alveg 2 Detroit Tigers derhúð sko, fake sko, ég held með Detroit Tigers að skilja leikin. Hvað er þannig? Já, það er alveg þannig að vegna þess að þegar Anna, fyrirhandi kærastan mín og fyrirhandi kona mín fór sem skiptinni með Bandaríkjanna og vorum 16, þá var hún í Michigan og Detroit er þar sko, þannig að hún kom heim með Detroit Tigers sko. Já, þessna heldur með. Já, ekki bara það, þegar svo bara logoði flott og mér finnst líka að það er allir með, er ekki New York Yankees? Jú, það er allir með það, jú. Allir alltaf eitthvað New York Yankees og þá verður maður alltaf verið öðruvísi, sko. Ég gleyma aldrei svipnum, þegar ég útskýri fyrir einn bandarísku vinkonu minni að í Evrópu væri allir með New York Yankees úr, en það hefði engin hugmyndum hvað þetta þýddi. Það er allir með þetta merkið, það bara veit enginn hvað er þetta, ég bara veit enginn. Nei, en að Detroit Tigers logo er fyrsta lagi náttúrulega flottara heldur en Yankees og svo náttúrulega er Tom Selleck, hann er frá Detroit og hann er bara eiginlega alltaf með Detroit Tigers og var oft með hana sko í karakter í Magnum. Magnum P.I. var mikið að sporta Detroit Tigers styrfunni sko, hann er nú eiginlega meira hann sko. Þeir voru að keppa bara nú helgina og það er alltaf einu svona ári hjá Detroit Tigers er Magnum P.I. dagur og það var þannig dagur núna, það voru fullt af áhorfendur bara í Hawaii skyrtum með fake yfirvaraskegg og Detroit Tigers úr og svo var kóngurinn þetta sjálfur. Wow. Bara var að heilsa áhorfendum. Hvað er þetta honum eða? Hann er náttúrulega svolítið gamall, eitthvað í kringum 8 og ekki eldri eða? Ekki eldri. Það var hann gamall í Friends, það var Jóki í Friends sem gamli kærastinn Moniku. Já, 20 og eitthvað árum. Já, en það var alltaf bara að vera kanslera Blue Bloods í fyrra sem alltaf voru þættin hann sko. Alveg. Og ég veit það ekki, hann er eitthvað, hann heldur bara að taka í róli en hann langar óslega að taka enn eitt snúning á Jesse Stone, það er til 9 svona sjónvarsmyndir eða svona
TV-movie sem Jesse Stone sem geggjastöf sko. Já. En hann verður að fara að drífa sig, ég meina á þess að vera með aldursfordóma sko, þegar þú get ekki allir verið Clint Eastwood sko. Nei. Þetta nefnilega, ég svona óttast sko, þetta þáttur í okkur, Tóti, þetta verður svona þú veist, næstu áram, þetta verður svona líkvaka bara, endalaus. Það verður bara, þessi leikar er látin. Þessi látin. Já, sko, þú getur kannski verið aðeins rólegri en ég, sko. Það er bara, þú veist, það er að hrynja niður náttúrulega núna, sko, fólki sem var aðal þegar ég var ungur, sko. Og þú finnur, maður finnur alltaf bara, sko, maður er komin í stöðu þetta final girl í hryllingsmyndunum, sko. Það er alltaf, það styttist alltaf í þig, sko. Þetta er mjög óþægilegt, sko. Já. Og líka því að þegar þetta lið er að deyja frá mann fræga fólki sko, manni finnst maður alltaf sumt af þessu fólki manni þykir vænt sko. Heldur ég muni súpa kvelju þegar Austin Butler deyr? Nei. Er hann ekki yngri? Hvað er hann gamall? Jú, örugglega. Hann deyr ég er nú frekar sko að það geti verið þungt högg þegar Sydney Sweeney kveður. Hún er yngri hann er fæddur 91 hann á 2 ár á mig. Já, og ég geti þá alveg hæglega verið pappans með það elsta barnið mitt er fætt 92. Já. Sydney Sweeney hins vegar, hún er fætt 97, hún er 4 mánuðum yngri sko. Já, hún er einu ég þarf nú ekki að kveðja hann held ég. Nei, ekki nema eitthvað gerist. Já, þetta var útudórum með Hafnabolta en erum við búin að tala okkur út þetta? Allavega við mælum, þetta er 2 á toppnum Já, við erum ekki að spilla henni Nei, en þetta er svona 2 á toppnum Seal of Approval á þessu mynd og þetta er bara góð glæpamynd og það er sko, góð glæpamynd er guldsígildi sko. Ég held hún er rakin áhörundum sko. Já, og það er þetta með sko, einmitt, svona hraðan og tvistin sko, þetta var nú stundum bara farið alveg, maður var alveg, þetta getur ekki heldur svona áfram, hvað ætlaði að leggja mikið á hana mann sko. Já, bara akkurat og sko, þegar ég held að myndið var búin þá kom eiginlega stærsta plotvisti sko. sem var geggjað sko. og ég segi ekki meir segi ekki meir þannig að þetta er bara þetta er rúsibæður bara alveg svona mega split second bomba alveg bara í síðasta rammanum það er svolítið gaman þá byrtist manneskja mjög ánægileg helviti gott Já, það er líka eitt svona sætt við hann sko að mamman sér verið svona soccer mom, bara svona baseball mom sko. Já. Og hann tala að sjaldan ef nokkuð mann sést sko svona kallkyns persóna í glæpamynd sem hringi jafn oft í mömmu sinni. Hann er rosalega duglegur að heyra í mömmu sinni og hún hringir hann og láta vita sér allt í lagi sko. Að mömmu strákur sko. Þetta er líka, ég hugsaði mikið þetta sko, þetta er svona mynd sem að varða að gera alltaf 10. áratugum sko. Já. Ef þetta hefði verið 10-20 ára senna sko, þá hefði við komið bara verið í síðan þetta er svolítið, já, það er svona það lítið einmitt farsíma og ég fór að hugsa að hann fær lána hann síma hjá kærustinu sko, voru komni farsímar og svo kannaðist maður við, hún var með svona hlung, svona Nokia hlung og mér líka einhvern veginn sko, það hafa hana á 10. áratugnum 1998, þetta var rosalega svona statement þú veist, þennan tíma sem hún gerist á, þú veist, það er rosa mikið von í lofti, skilur við, þú veist, kaldastriði búið, þú veist, tvíburuturnir er í öllum skotum nánast í þessari mynd, sko, sem er bara svona, þú veist, hér er allt í orden, þú veist, það er ekki búið að rústa þessum tvíburuturnum, hryðjuverka, stríðið, shitið, 2003 Írak, shitið og Afganistan og allt það, shit er ekki byrjað, þannig að þetta er svona akkurat, þú veist, Bill Clinton fórseti, Monica Lewinsky skandal, whatever, þú veist, það er rosa von í loftinu þarna, bara akkurat þarna þeir sem myndi tekinn sko. Það var svona augljóst að það átti að vera svona utanum þetta líka og ítundir sko hennan jafnvel svona einmitt, hans viðbröði öllum þessum absúrdisma sem hann lendir í sko, þessum kleppa þú veist, það er ákveðin vonarna þú veist og svo er líka sko, hann er svo mennskur sko, þú veist, þetta er náttúrulega spennmynd, glæpamynd og veist, hann er lamin í köku, hann missi nýra og svona og það er engin John Wick sko. Næst þegar hann rekst á þessar menn þá sko hleypur hann í felur sko, skítrættur sko, eins og allir myndu gera það er svona lifum að segja miklu meira inn í þessa mynd sko. Það er svona eins og maður sjálfur myndi lendi í þessu hann er everyman sko, það er hitt sko elementi sem ég er að tala bara svona venjulegur gaur sko. Die Hard elementi líka það er ekki, John McClane nánast hann samt svona hvað bröðist betur við sko rétt sko það er eina sem vinnur með þessu strákgreið sko, hann alltaf var íþróttamaður hann er svolítið svona já, það vinnur með hann svolítið svona femur tekur hann að góðan hleyparsprett í Kína hverjunu
og getur sveiflað baseballkilunni. Mér varst það samt svolítið gott sko að það var engin game changer sko þó hann kynni að sveifla bat sko. Nákvæmlega. Já, góð mynd. Mjög góð mynd. Já, hvað segir tíminn? 59, við erum dætti klullara. Helviti góðir. Já, helviti góð tími. Bara í gufubaðinu. Þetta er bara í gufubaðinu. Það er þetta dróða aðeins fyrir sólu, þannig að þetta skánaði aðeins hérna. Já, svo ég veit ekki, ég þetta var alltaf verið í mér, ég er alltaf myndið svo gaman að fara í bíó, að sjá trailera. Já. Og ég nenni að ég horfi aldrei á trailera á YouTube eða svona, en svona, fá svona trailer í bíó, sko. Veit ekki hvort að það sé bíóeffekt að ég hef alltaf já, þetta lítur að vera góð mynd, þetta lítur að vera geggjum mynd sko. Varstu hrifin af einhverjum trailera? Nei, bara við sáum trailera þarna. Sáum alltaf, ég var að sjá Conjuring Last Rites trailerinn eina fyrir enn og sá það strax bara á viðbröðum þínum að þú þarft ekki að sjá meira en bara trailerinn. Alltaf ekki að horfa á þessa mynd sko. Nei. Og svo var hérna þessi, hvað er þetta? Jordan Peele, hann er framleiðandi. Ég sko, þetta er svo fyndi, ég var búin að sjá hana trailer áður. Já. Þá var ég líka alveg gapandi þess að þetta byrjaði sem eitthvað svona herru. Þetta er rauðningsmynd. Þetta er Rocky rauðningsmynd eitthvað. Þetta er svona myndum ungan strák sem er hérna, þú veist, komast í rauðningin. Komast í rauðningin og hann fær eitthvað nýjan þjálfara sem er eitthvað legend sem hann hefur alltaf hort upp til. Herru, búm, allt í henni er þetta breytist í eitthvað svona hryllingsmynd. Já, ég veit ekki ennþá hvort þetta er. Er þetta íþróttamynd eða er þetta hryllingsmynd? Íþróttarhryllingsmynd. Wow, á creepy getur orðið íþróttarhryllingsmynd. Þetta er mjög fyndið sko. Það var verið að beita einhverju taktík til að þjálfa hann sem að fylgur í sér eitthvað óhóflegt ofbeldi í garðannara og eitthvað. Já, og þetta er ofbeldis íþrótt, get used to it. Já, einmitt. Sem að þetta er náttúrulega voðalega þetta eitthvað svona dekadent þessar amerísku íþróttir. Hafnabolti sem enginn skilur og þessi skipulögu slagsmál. Einmitt. Mannstættir uppásætturinn í Last Boy Scout þegar Billy Cole koksar þegar áður hann að fyrir hann á völlin. Nei, hvernig var það? Hann er hann svo taugaveiklaður og undir svo mikil pressu frá glæpamönnum líka. Hann tekur byssu með sér á völlin og skýtur bara alla gæjana sem er að fara á mótunum í vörninni sko. Það er ekki stórmynd. Heyrðu, já, svo var hérna íslensku trailer, Eldarnir. Tókstu því? Já, ég tók þetta því. Það er sama kona að vera að leikstýra hérna Alien Earth. Heyrðu, sko, þetta er bara þannig, Eldarnir, þetta náttúrulega er byggt á samnefndir skáldsögu Sigríðar Hagalín frá 2020. Það ætlum að reyna að fá hana yfir. Já, sem er hérna náttúrulega alveg, þessi bók er búin að vera stöðt í umræðinni frá að byrja að gjósa þarna á þessum Reykjaneska að því að Sigríðar Hagalín var á undan. Já, kóina þetta. Já, og svo er það Ugla Hauksdóttir sem að leikstýri þessari mynd. Ugla Hauksdóttir, það er nafn sem að ég held að allir muni þekkja. Mér finnst þetta svo impressive. Hún leikstýrir 4. þættinum Alien Earth sem að droppaði í gær á miðvikudag. Og ég vissi það ekkert, sko. Og þetta er svolítið svona, þetta er 4. þátturinn, það þýðir að serien er hálfnuð. Já. Og það er búið að vera svolítið svona skrýmsla aksjón og svona, það minnir með þessum þætti, hann er meira svona, kannski karakterstúdía. Svo bara er þátturinn búinn og gefum bara auðu skjár og svo bara directed by Ugla Hauksdóttir og ég svo bara, wow, geðveikt, how cool is that? Bara geðveikt cool. Já, ótrúlega flott. Bara við þurfum að einhvern tíðan að fá hana í þennan þátt, einhvern veginn. Já, ég þarf nú eitthvað. Hún er örugglega í Hollywood eða eitthvað en. Ég þarf nú eitthvað að fara að rótast í tímarit.is. Ég held ég hafi talað við hann eitthvað í fréttatíð. Já, hún leikstýrði þarna, það var spennandi þetta sem heitir Hanna. Byggðu á sko, það var bíómynd fyrst með 14 ára leigumorðingja stelpuna hana Hönnu sko. Já, okay. Svo komu þættir og ég held að hún var að leikstýra eitthvað því. Og ég man ekkert þess. Svo var hún eitthvað að leikstýra einhverjum ófærðarþáttum hjá títtnefnum Baltasar Kormáki. Wow. Þetta er náttúrulega, hún er rísandi stjarna eins og hann sagði nú bara sagði í síðasta þætti ketchup maðurinn Arnar að nú þegar bara að leikstýra svona einum þætti svona eins og Alien, þetta er náttúrulega bara huge. Þetta er rosa, þetta er risa dæmi sko. Risa sko. Heyrðu, þannig að við ætlum að reynum að fá balta einhvern down the road. Já, ekki að vera alltaf að segja samkeppni hvað við ætlum að gera. Já, meinar já. Við ætlum ekki að fá balta og það er hæðileg hugmynd. Sendur alltaf bara meila á samstöðuna. Í fréttastöðu 2 kvöld þá erum við að spá að skella okkur í bjórböð og drekka brennivín úr fíblum. Er þetta að segja samstöðun sé okkar helsti keppinautur? Nei, er það RÚV. Nei, hvað? Er ekki samstöðun eina sjónvarstöðun sem er eftir? Talum okkur 2 tónum ekki? Já, nei, stöð 2. Nei, sín. Sorry. Fyrsta skipti sem það er hittin. Já, það er hittin. Sko. Við þurfum að komast út. Það er bilaður hitti hérna. Já, en sem sagt, eftir hálfan mánuð
frumsýningamynd næstu viku, það þessi Conjuring númer eitthvað svo það 11. september þá það eldarnir íslensk stórslýsamynd frumsýnd 11. september eitt sko, ég held með Uglu, ég held með okkar konu en þú veist, þetta too soon? Þú veist, ég horfði á hana trailer, ég alveg bara svona þú veist, að tala rýmingu og eitthvað svona og maður alveg bara svona þú veist, þið vitið að bæinn var rýmdur hérna. Já, þetta sjálfsagt munu einhverjir upplifa þetta too soon og sjálfsagt kannski bara allt þetta bara kannski eldarnir, þetta kannski bara eitt stórt triggerwarning sko fyrir þá sem að þú veist, þetta ekki svolítið eins og að gera við erum í podcastið þannig ég má vera svona stóristur þetta ekki svolítið eins og að gera mynd hryðjuverkaárás í New York þar sem 20% falla til jarðar rétt eftir að 9/11 2001 gerst. Ég veit ekki, ég eiginlega bara ég bara að velta steinur. Já, ég er að hugsa á staðnum. Ég voru lítið hrifin af þessum too-soon pælingum. Það svo maður, þú veist, ég man ekki hvaða mynda var, bara eitthvað gangstermynd þar sem verið eitthvað skotárás á eitthvað hóp fjölda fólks kemur fyrir sko. Þá verið myndinni tilbúin og það bara búið að setja hann í sýningagræðuna sko, þá voru henni fresta í 2 vikur af því að það ein skotarásin einhverstaðar í Bandaríkjunum þetta lífið alltaf í motion sko, það ekki takt að og jú, en þetta alveg too soon og kannski líka spot on sko, bara að koma beint ofan í þetta sko. Já, kannski það Sennilega bara sko framleiðendum væntanlega bara vonast til að fá bara hressilegt túristagós bara 10. september nákvæmlega en það verður allavega gaman að sjá hvernig þetta kemur út og ég held að bara frábært líka að það sé verið að sækja í nýlegar íslenskar algjörlega og bara íslensk kvikmyndagerð hún on the rise já, líka sko það svo mikið við tala sko hryllingin sem við hefum vannrækt sem rauninni sko hryllingsþjóðsagnaþjóðin sko. Það alveg hellingur að hráefni sem að sprettur upp úr íslenskum jarðvegi sko. Það svo bara Jónas fyrirhandi vinnufélag okkur á Fréttablaðinu bara fara dóminar yfir endurgreiðslu sjónum í kvikmyndabransanum fá hann í viðtal og spyrja hann úr hver þín stefna þessu Jónas hver þitt álit það einhver agalegu pyrringur sko að því að samfylkingar Logi Már að ráða hann sonur Ölmu heilbrigðisráðherra samfylkingar og kannski myndi maður eitthvað sko geta fussað þessu þau voru að fá heilablóðfall og út af sögu í símatímanum á morgun út af þessu en að því að maður þekki mannin sko Jónas alveg pottþéttur gaur sko fyrir utan þessa óheppilegu pólitísku tengingu þá þetta bara svo solid náungi og algjörlega búin að marka sér sko sess í umræðinni hann bara búin að vera með þvílík bara alvöru innslög í varandi skólamál og alls konar bara glöggur og ekkert eðlilega klár og flinkur lögmaður en maður líka litar það þegar maður þekkir hann sko en hann samt ekkert eðlilega klár og mun 150% valda þessari stöðu sko. Þannig að maður hefur ekki ágjörð því máli hann gegn heiðarlegur sko. Þetta er algjörlega pottþéttur náungi sko. Já, absolutt það fyndi ég svona spælstundum í sko. Hvað einhvern veginn svona ungt fólk sem að lendir í því að vinna með mér á fjölmiðli og sitja nálægt mér það einhvern veginn alltaf bara on the rise þú bara sjónvarstjarna með kryddaða vængi flýgur krydduðum vængjum sko. og ég get örugglega haldið áfram tali lengi bara nefnilega, þú hefur þessi áhrif Tóti, já, það sennilega ég segi ekki alltaf við ykkur öll eða sagði alltaf ekki festast í þessu get the hell out eins og Jakob Bjarnar sagði við þegar þú komst á fyrstu vaktan á Vísi velkomin til helvíð það var rosalega lína, ég mun aldrei að gleyma þessari línu þú átt aldrei að gleyma þessari línu þess vegna var hún sögð sko. geggjaður erum við búinir? Jú, við erum búinir byggðum að heilsa hlustendum vonum að þið hafi haft það gott í sumarfríinu við erum sterkir inn í haustið svona handhafi hóðnið næstu september já. Næstu áttu að vera í september
Já, hann bara löglegur haustmánuður Já, en ég samt held að- ekkert eðla gott viður, skulum ekki glema því Er ekki payday bara á morgun bara? skulum ekki láta hugfallast kæri hlustandi, þó að það líti út fyrir að sumar sér búið, ég held að september verði shake viðmánuður Já, ég myndi Heyrðu það alveg, fyrst ég myndi alveg fagna ef að einhver forspá þín í þessum þætti hefði nokkuð tíma ræst sko. Þá einmitt, já. það er akkurat öðru Takið það með ykkur í Já. svefnin er það ekki bara, Jú bestu kveður